Komið sæl, það svona ósköp svipuð staða í veðurkerfunum og búið að vera undanfarið. Það hæðarsvæði hér norðaustur á landinu og svo yfir Grænlandi einnig og síðan svona lægðadrag hér sem að myndast hér vestur á landinu. Allar svona helstu lægðir eru hér landsuður í hafi, ganga hér yfir Atlantshafið og yfir til Bretlandseyja. En þetta lægðadrag það verður svona ágengnara og það mun svona þokast til okkar svona smásaman þegar líður á vikuna og kannski svona sleiki vesturströndina eða út nesin svona lok vikunar. En það á eftir að koma í ljós. Við sjáum hér á hitasviðinu það engar sérstakar breytingar, það svona einhver smá hlýtunga með þessu lægðadragi en annars nú langt í einhver svona alvöru hlýindi. Þannig að það verður áfram svona næstu daga frekar kalt og við sjáum hér hreyfimynda sem sýnir svona þróunina í kvöld og fram á morgundaginn. Það verður áfram svona svipuð staða, það svona strekkingur hér, það svona dregur kannski örlítið úr vindstrekkingnum syðst á landinu en svona á móti þá svona hvessir aðeins hér úr suðaustri vestast á landinu. En áfram frekar hægir vindar hér á norður- og austurlandi. Við byrjum hér á suðvesturhlutanum og þá eru svona líklegast að vera þungbúið hérna við suðurströndina og líkur á éljum og jafnvel að slæðist einhver él hér yfir Reykjanesið og jafnvel inn á höfuðborgarsvæðið á morgun. Og svo eru líka svona aðeins meir líkur á stöku éljum svona allra vestast á Reykjanesinu. En það svona strekkings austanátt hér allar syðst á svæðinu en svona hægar eftir sem að norðar dregur og svo svona hitinn svona svipur rólegur var í dag eitthvað í kringum frostmarkið og svona upp í 3-4 gráður allar syðst. Meira blámtölum hér og kaldara á norðvesturhluta landsins. Skýjað með köflum svona meira hér kannski vestan til á svæðinu en svona aðeins bjartara yfir hér á norðaustur eftir því sem austar dregur. Og sjáum að hversi svolítið hérna yfir Snæfellsnesið til morguns en annars nú svona ósköp svipað veður og var í dag og á norðaustur hluta landsins mun kaldara og máli reikna með 10-15 stiga frosti svona í innsveitum aftur núna í nótt en svona heldur mildara svona við ströndina yfirleitt en svona gegnum gangandi frost á þessum landsfjórðungi og létt skýjað áfram en það verður nú samt einhver háský yfir landinu samt sem áður. Svona norðaustan strekkingur hér við suðausturströndina en hægari svona inn til landsins og jafnvel að ná að rífa af sér svona inn til landsins eitthvað en annars nú yfirleitt svona skýjað með köflum sérstaklega við ströndina og stöku él og svona líklegasta dettin él vestast á svæðinu. Og sjáum að það ekki mikla breytingar svo fram á þegar líður á fimmtudaginn nema þetta drag fer að nálgast landið og það þyknar upp vestan til á landinu. Þannig að svipað veður á norður- og austurlandi og kalt í veðri, kannski dregur aðeins úr frostinu en þungbúnara svona sunnan og vestan til á landinu og svona menn hvassara sérstaklega norðan til á Snæfellsnesi, svona líkur á að verði hvasst eða jafnvel svona stormur staðbundið þar en annars úrkomu lítið nema það svona eru stöku él áfram hér sunnan til á landinu él eða slydduél og svo svona spurning svolítið óvissa með hvað þetta drag gerir en það fikrar sig aðeins næra þegar maður sjá þetta nú vitlaust kort fyrir gefið þannig að þetta föstudagur það þokast aðeins nær þannig að það verður áfram strekkingur og það líklegt að verði einhver slydda rigning eða snjókoma vestast á landinu á föstudaginn en svona él eða slydduél allra syðst hér sunnan til aðallega þá á Suðausturlandi en þurrt að kalla hér og kalt í veðri áfram á Norðurlandi og Norðausturlandi. Áfram strekkingur hér syðst á landinu á laugardaginn og það eru svona él og víð og dreif hér við austurströndina og sunnan til eða syðst á landinu en það ætti nú svona létta víða til hérna á vestan og norðvestanlands og svona aðeins að hlýna. En það svona keimlíkt veður á morgun hvessir aðeins vestast á landinu og svona verða stöku él svona viðlóðandi við suður og jafnvel vesturströndina. Verið sæl.
Hún